Jæja, segjum við frá því, hvað var að gerast hérna á pollinum í gær? Í gær vorum við með lið í mótaröð sem Sundsamband Íslands hefur verið með í sumar, þar sem við erum að kynna sjósund víðsvegar um landið og höfum verið að synda á Seyðisfirði, hérna á Akureyri, Ísafirði, Akranesi og í Reykjavík. Já. Og hvernig gekk þetta í gær? Það var svolítið hvasst og svona frekar leiðilegt veður. Já, það var hundleiðilegt veður en þetta gekk eiginlega ótrúlega vel. Þetta var fyrsta skipti sem ég tók þátt í svona sundi og þetta var skemmtileg reynsla, þetta var ótrúlega gaman og miklu minna erfitt en ég átti von á. Já. Það skiluðu sér ekki allar sem skráðu sig? Nei, aldeilis ekki, við mættum 4 en við vorum bara, tókum þetta fyrir alla hérna. Já. Morandi mæta fleiri næst, nú sjáður hérna hvað þetta var lítið mál fyrir okkur og veðrið verður örugglega líka betra á næsta ári. Þannig að þetta verður, við höldum aftur svona mót á næsta ári og þá getur fólk komið og skráð sig og tekið þátt. En veðrið í dag er öllu betra, er ekkert gaman að synda í logni? Jú, það er gaman og það er yndislegt að synda þegar það er sól. Það er alveg draumur í dós líka, en það er að gera að prófa bara alls konar veður og það er svo sem ekkert skrítið varandi gerða en það mættu kannski ekki fleira því þetta er ekkert óbúslega virkt hérna á Akureyri en vonandi verður það með tímanum og að vinna að vinna hérna í því að fá einhverja aðstöðu og þess áttar að þá vonandi ná að rífa þetta upp. Þannig að allir þeir áhugasömu einstaklingar sem eru hérna láti sig vaða. Láti vaða í sjóinn. Það er miklu minna mála að synda í sjónum heldur en fólk heldur. Fólk svona óttast kuldann og komist ekki yfir það en það er miklu minna mál. Það er bara að láta vaða. En hvað er það við sjósundi sem er svona spennandi? Bara svo hollt fyrir líkamannssál, mann líður svo vel á eftir sjósundið. Mann líður vel í skrokknum. Margir sem tala um að það séu betri af vöðvabólgu, blóðrásinn kemst á hreyfingu og bara andleg vanlíðan og eftir. Sameinast náttúrunni og bara, við segjum stundum að þetta sé eins og að munurinn á sunda í sundlaug og synda í sjónum sé eins og að hlaupa á hlaupabretti og hlaupa út í náttúrunni. Þetta er bara miklu skemmtilegra. Hvenær byrjaði þú? Ég byrjaði fyrir 3 árum það bil. Ég var dregin í Nýjásundið í Nauthólsvík á systrum mínum 1. janúar 2011 og eftir ég kom hérna norður aftur þá gerði ég dauðaleit að einhverjum hópum sem væri að fara í sjóinn hér en fann ekki neitt og haustið þá bara dró ég með mér starfsfélaga og síðan þá hef ég synt. Og þú ætlar að rífa þetta upp hér á Akureyri? Já, vonandi náum við því með því að hjálpa stað og eins og ég segi, ég vinni því að fá einhverja aðstöðu og við svona horfum svolítið til Höfnubryggju og Nökkva starfseminnar og væri gaman að sameina þessa starfsemi þeirri flottu starfsemi sem þar er. Og það er fjöldi áhugasamra einstaklinga hérna sem að vilja fara en láta svona sitt hvað stoppa sig. En þú fluttir suður og það syndir þú? Já, ég er búin að synda í rúmlega 5 ár og í Nauthólsvíkinni það er svona heimahöfnin okkar en svo höfum við synt víðsvegar um landi og það eru ofboðslega margir fallegi staðir í hringinn í kringum landi og maður svona þegar maður ferðast úr landi þá horfir maður á sjóinn og pælir í hvar maður getur hoppað út í. Það eru ótrúlega margir og skemmtilegi staðir og oft stutt í sundlaugar. Er það eitthvað við kuldann og saltið? Já, kuldinn er skemmtilegur. Það er hann gerir eitthvað fyrir mann. Og kuldinn hann stoppar svo stutt við þessu kuldi, mann er ekkert kalt leið maður fann að synda, það er nú svo skrítið sko. Þetta eru fyrstu 15 sundtökin, 20 og þegar maður er komin yfir það þá er þetta bara æðislegt. Ná bara að anda djúpt, þetta er svolítið mikið bara hugarástand. Bara að taka ákvörðun, fara, passa öndunina og þá er þetta bara yndislegt. Það er líka svo gaman, mann kemst svo í návígi við í náttúruna. Það eru fuglar sem koma og setjast hjá manni, maður getur kafað og fundið krossfiska eða krabba og svo er sjórinn aldrei eins. Nei, það er svo merkilegt. Mikið saltmagn. Stundum er hann mjúkur, stundum er hann harður. Já. En hann er alltaf yndislegur. Þetta var bara ógeðslega hressandi. Það var svolítið alltaf hérna í lokin en frábært.